Góða kvöldið, kæru vinir, og verið hjartanlega velkomin í 21. þátt Einingarinnar. Í þessum þætti ætlar hún Anna Róse að heiðra okkur með nærveru sinni. Velkomin til okkar. Kærar þakkir, kærar þakkir. Elsku, dásamlegu, þið öll. Það er svo dásamlegt að vera með ykkur. Og ég er að sýna ykkur með táknrænum hætti þröngsýnina ykkar. Ég hefði getað valið Hrafnkollu að koma í gegnum hana af því að hún er kona. En ég ákveð að koma í gegnum Jón vegna þess að hann er líka kona. Málið er að þið eru með allt innra með ykkur. Þið eru með alinn innra með ykkur, sem að þýðir að hvert eitt og einast ykkar er kona, er karl, er Guð, allir englar alheimsins, allar ljósverur. Það er reyndar svolítið villandi hjá ykkur að tala ljósverur og aðskilja þær frá ykkur, af því að sannleikurinn er sá. Það er ekki til neitt í öllum alheimum, hvergi. Það er ekki til neitt annað en ljósverur. Þið eru öll ljósverur. Það sem að þið gerið áður þið komið til jarðar, að þá sveipið þið yfir ykkur hulum og ákveðið að gleyma hverju þið eru. Þess vegna sjáið þið ljósið í okkur sem að erum ekki í efni og kallið okkur ljósverur. Þið eru öll ljósverur og ég sé ykkur öll sem dásamlega fallega ljósverur vegna þess að ég sé ekki hulutar ykkur. Ég sé ykkur öll sem mig og öll sem óendanlega fegurð og ást sem þið eru. Og það væri mjög gott fyrir ykkur ef þið myndu stilla ykkur inn á það hugarfar, sjá ykkur sem ljós verur sem að eru komnar á jarðarsviðið í myrkrið til þess að upplifa sannleikann ykkur sem er: þið eru öll Guð, þið eru öll eitt og hið sama. Það er engin aðskilnaður til. Elsku, dásamlegu hlutarnir mínir. Væru til að segja okkur aðeins svona frá þér, hver þú ert, hvaðan þú kemur, hvar þú ert svona, já, stödd. Já, það skal ég gera með mikilli ánægju. Ég er mjög nálægt jarðarsviðinu alltaf og mitt hlutverk er að hjálpa ykkur að skapa jafnvægi á milli ljóss og myrkurs hérna á jarðarsviðinu. Og það er raunverulega minn staður. Ég hef ekki líkama, þannig að það er alveg hægt að segja, og það er eiginlega sannleikurinn, að ég er svona andi. Ég er andleg vera sem að dreifi ást yfir jörðina og er alltaf hjá ykkur öllum. Og þið getið hugsað til mín: Anna Róse, bleika rósin,
sem að elskar og nærir af því að ástin er alltaf sterkasta næringin og svo heilnæmasta og fyrir ykkur sem að eigið oft erfitt með að finna millivegin. Þið getið aldrei innbyrt og mikið af ást. Aldrei. Vegna þess að ástin hefur þann eiginleika að hún er best því meiri, eða betri því meiri sem hún er best í óendanlegu magni. Og það útskýrir vel að uppsprettan móður okkar, Guð, er ekkert nema ást og allt sem er skapað af ást. Þannig að ástin er miklu meiri heldur en kraftur. Þannig að krafturinn er ekki að lýsa ástinni, ekki orka, ekki neitt. Það hafið ekki orð sem að lýsa henni. Ég get bara sagt og brugðið fyrir mér ensku af því þið hefur svo gaman að því hérna á Íslandi. It is stronger than you can ever imagine, my darlings. Þannig að nafnið eitt, Já, það endar á Rose, eins og alveg. að segja okkur, það er Já. svona tenging við ástina sem þú stendur fyrir Já, og þú ert ástin já. en þetta Anna, getur þú sagt okkur eitthvað um það, fyrir parturinn? Anna þýðir ást, það sem að ég uppalega kem. Hvað er það? Það er pláneta víðs fjarri ykkar alin. Hún er eins og rós og þar heitum við allar Anna. Þar er bara hrein og tær kvennorka. En þegar ég tala um kvennorku, að þá hættir ykkur til að mistúlka það á þann veg að karlorkan sé þá neikvæð. Nei, karlorkan er alveg jafn falleg og kvennorkan. Það er bara mismunandi hlutverk. Það er kvennorkan sem hefur það hlutverk að fæða og gefa hugmyndirnar og innblásturinn. Það er karlorkunar að framkvæma. Kvennorkan gæti ekkert án karlorkunar og karlorkan gæti ekkert án kvennorkunar. Og bara svo það sé sagt, elskunar, þá er ekki minni ást í kvennorkunni heldur en karlorkunni. Kvennorkan gefur ekki ást, meiri ást en karlorkan. Karlorkan elskar alveg mikið og kvennorkan. Af því að ástin tilheyrir upphafinu. Ég tala um upphafið svo það sé ekkert upphaf til, bara svo þið skilja það. Það er réttar að segja að ástin er kjarninn í öllu. Alveg sama hvað það er. Eru margir, eins og í þínu, frá plánetinu þinni, eru margir hérna, já, annarkvort þá svona nálægt jörðinni, svona eins og þú, eða jafnvel í líkama hérna jörðin núna sem eru frá þinni plánetu? Þeir eru nokkrir, já. Já.
eins og frá öllum plánetum. Já. Vegna þess að eins og komið hefur fram hjá mörgum miðlum og er alveg sagt að það eru núna einstakir tímar á jörðinni. Núna eru þið komin á þann stað á hringnum að þið eru öll búin að læra þetta allt saman af reynslu. Þið eru búin að ganga margsinnis í gegnum nákvæmlega það sama. Öll reynsluprófin og þið eru búin að standast þau nánast öll. Núna eru þið á upprifjuna tímabili og það er svo mikil opnun í gangi og það er að færast svo mikil fegurð hjá ykkur og þess vegna er það þannig með bæði verur frá minni plánetu og öðrum plánetum. Þær elska að fá að taka þátt í þessum miðjum og þær klæðast efni á og fæðast sem kallar og konur og allt þar á milli og eru bara að njóta með ykkur og taka þátt í að gera þetta veruleika sem er í fæðingu núna. Og ég finn svo mikla ást frá ykkur öll hérna á jörðinni. Ég finn að ég er umvafinn af skilyrðislausri og óendanlegri ást frá öllum lífverum jarðar. Hvernig myndirðu útskýra það? Það skal Svona ég gera. dýpra, af því að nú náttúrulega erum við, ertu þá að tala um það sem að þú finnur þá handan aðskilnaðarins hjá okkur, sem er náttúrulega mismikill hjá hverju einu. Já, Þú ert að tala um það sem er þar. ég er að tala um Já. þetta er ákveðin kóði eins og er vinsælt hjá okkur leiðbeinendum einingarinnar. Kóðar, já. Kóðarnir, við elskum kóðana. Já. Ok. Það eru raunverulega 2 svör við þessari spurningu. Ok. Og ég vissi að þú myndir spyrja hennar. Já. Málið er að ég finn ekkert nema ástina af því að ég er ekkert nema ást. Þess vegna sé ég ekkert annað en ást og ég finn ekkert nema ást. Og líka er annars svar. Þið eru raunverulega öll að opna svo mikið fyrir ástina nú. Og það finna allir þess vegna svo eftirsóknarvert að koma og njóta þess að vera hérna á jörðinni. Það hafa verið tímar þar sem að verur frá minni plánetu og öðrum hafa svona, það er svolítið erfitt að tala um þetta með orðum, en hafa svona eins og þeir myndu skilja það helst vilja forðast að koma til jarðar. Já, á þeim tímum. Já, en núna er svo mikill fögnuður, það er svo gaman að vera hérna á jörðinni. Já. Þetta er alveg bara, þetta er stórkostlegur staður. Og það er líka, ég skal fara dýpra í þetta sem ég sagði að ég finn svo mikla og óendanlega ást frá ykkur. Ef að vera er bara eitthvað eitt, að því að við erum alltaf að ákveðnu leyti svona sjáum allt út frá okkar sjónarhorni, sama á hvaða tíðni við erum, að það er ekki til neitt nema ást í mér og þess vegna finn ég ekkert annað. Það er nefnilega með ykkur að það er margt til innra með ykkur
og þetta er líka ágætis áminning til ykkar þegar þið svona dettið í það að fara að kenna öðrum að ástæðan fyrir því að þið bregðist við með reiði Já. er svo að það er reiði í ykkur. Annars myndið þið ekki bregðast við með reiði. Ef þið hefðu bara ást Já. innan með ykkur, Já. þá væri alveg sama hvað væri sagt við ykkur, alveg sama hvað væri gert við ykkur. Þið myndið ekki finna neitt annað en ást, ekkert annað en ást. Hvenær ætlar hann að því? Hvenær kemur að því? Þið veljið það sjálf. En svona á svona samvitundar basis. Á samvitundar basis. Já. Hvenær fyrir við svona svolítið að það verði svona stórt hlutfall sem fer að ná þessu? Það gerist leið og þið ljósberar farið að sinna ykkar hlutverki og vera það ljós sem þið eruð. Já. Vegna þess að á jörðinni er fullkomið jafnvægi. Okay. Þið fæðist hingað til jarðar í ákveðnu tilgangi með ákveði lífsplan. Einn ákveður að vera í hlutverki ljósberans, annar ákveður að vera í hlutverki þess sem að sýnir andstæðuna, það er að segja myrkrið, og svo komið þið til jarðar búin að gera þetta lífsplan. Og þá kemur ykkar helsti vandi sem að þið eru svo óskaplega ánægð með. Það er frjálsi viljinn. Og ákveðin ómeðvitund líka. Það er óþægilegt að koma til jarðar sem hrein og tær ást. Og ég veit að það er svona sameiginlegt vandamál hjá systrum mínum sem að koma hingað. Að þær veigra sér oft við að sýna sitt rétta eðli vegna þess að það þykir ekki mjög fínt að vera svona ástrík og þið vitið alveg. Ég er að tala um hérna jörðinni. Já. Ég er að segja að svona þykir ekki dóðalega svona. Nei, það þykir ekki fínt. Það þykir svona, þið talið að þetta sé svona vænið. Þetta sé svona yfirtrifið. Já. Og þetta sé einhvers konar leikaraskapur og svona. Kannski svona rólegur gangur eða eitthvað. Já, allt saman, já. Þetta er svona, af því að ég er nú það mikið hérna á jarðarsviðinu, ég get alveg sagt bara bölvaður aumingjaskapur. Það er svona. Það er svona orð sem notar til að lýsa þessu. Já. Og. Já. Okay. Og þið þekkið það öll sem að komið andlega opinn til jarðar að það er svolítið erfitt að feta þennan veg, ljósbera veg og mæta öllu þessu mótlæti vegna þess að það eru þessi viðhorf og gildi sem að ganga út á að vera sterkur. Ákveðin, hafa ákveðna brynjur og allt þetta og passa sig umfram allt á að láta nú ekki vaða mikið yfir sig sko. Setja öðrum skýr mörk og þetta er bara ekki eðli ástarinnar vegna þess að ástin bara elskar og samþykkir allt og tekur á móti öllu og þá kemur svona innri togstreita sem að gera það verkum að þið veljið oft kannski að svona sýna kannski að þið eru einhver aumingjar, sýna að þið geti nú alveg sýnt hörku og allt þetta og þá eru þið raunverulega. En það er ekki að sama að sýna mörk og sýna hörku?
Nei, ég er að tala um öfgakenndan Já, öfgakenndan, já, að því fyrst sko. talar mörg, Já, ég er að segja sko, svo var það, já, já, að þegar ég farið að setja mörg, sko, já, þau eru nauðsynlega á jarðarsviðum sem eigið ekki misskilja mig, mhm, að þau þurfið að finna að stundum þurfið að hvíla sem sagt efnið og og stundum er bara ástandið þannig að þið getið ekki gert allt sem að ykkur langar til að gera. En ykkur hættir oft til að fara út í öfgana, líka til að sýna að það er nú ekki hægt að vaða yfir ykkur svona. Það er þessi hlutverkaleikur sem er í gangi hérna á jörðinni. Og, og þetta er í sjálfu sér eðlilegt. En ef að allt væri, við getum sagt eins og það er planað, af því að það er alltaf mjög hæpið að segja það sem á að vera. já, já, En það sem er svona planað með jafnvægið, mhm, að þá raskast það svolítið við þetta því að raunverulega eigið til að dansa ákveðin dans Já. við þá bræður ykkar og systur sem að komið hingað til jarðar kannski til að svona sýna andstöðuna við ljósið. Ég vil ekki segja svona hrátt myrkrið því að það er ekki alveg nógu lýsandi en þið skiljið örugglega hvað ég meina. mhm, Og þá á það að vera þannig að þeir sem að koma til að bera ljósið, hitt skærasta ljós, þeir eiga að meðtaka ákveðið svona ákveðna eiginleika frá hinum í formi svona, við getum sagt, svona jarðneskrar hörku og á sama tíma eiga hinir þá að meðtaka ljósið. Þannig að þið þroskið hvert annað og kennið. mhm. Já, áhugavert. Af því að jörðin krefst nefnilega fjölbreytni, sko. Já. Það er ekki hægt að lifa af á jarðarsviðinu Nei, bara sem svona andleg vera. nei. En það er nefnilega, ef við ætlum ekki að upplifa fjölbreytni, Já, þá myndum við fara líklega eitthvað annað, sko. alveg hárrétt. Þú veist, á staði sem að eru til út um allt, sem eru kannski meira svona einsleitari, sko, heldur en fjölbreytnin hér. Ég bæði einsleitnari og eins fjölbreyttir og fjölbreyttari. Já, það er allur gangur. Já, En ef við vildum ekki taka, sem sagt, þessa vist sem við erum komin í hérna og hafa hana fjölbreytta, þá Já. værum við ekki hér. Nei, það er alveg. Það held ég, já, þannig að, já, Og það má segja að það er svona ákveðin mýta í gangi hérna á jörðinni af því að sko hverjum þykir sinnfugl fagur. já, já, En Já. sannleikurinn er sá að þið veljið jörðina af því að þið eru vön henni og það er allt í lagi. Svona þið eru vön svona þessari orku sem að ríkir hérna og þessari menningu og viðhorfum og svoleiðis. Og þá farið þið að telja hvert öðru trúum að jörðin sé bara alveg einstakur staður í alheiminu. jú, þetta hefur maður heyrt. Já, en hins vegar er það þannig að það er sko óteljandi plánetur Já, sem eru nákvæmlega eins og jörðin. mhm, Það eru óteljandi plánetur sem að eru með verur sem að eru eins og þið klæðast fötum Já. og keyra á bílum og alls konar faratækjum, svo veist. ok, já, Þannig að jörðin er ekkert einstakt fyrirbæri per sé. nei, Sem sagt að við getum sagt eins og þetta er eins og með mannlífsflóruna mhm, að þið eru öll, þegar upp er staðið menn, hvort sem að þið eru konur eða kallar. Og við getum líka sagt að þið eru öll dýr já, og þið eru öll eins að því leyti en svo eru þið ólík að svo mörgu leyti. Og sama er með pláneta, það er til fullt af pláneta sem eru nákvæmlega eins uppbyggðar á jörðin en þær eru ólíkar en margar mjög svipaðar og það er einhverjar sem eru nákvæmlega eins. mhm. Þannig að fjölbreytnin er alltaf óendanleg. En hvernig er svona þinn ferill? Af því að mér langar svolítið að heyra af svona þínu sko ferðalagi. Ég ger mig grein fyrir að það er langt, Já, jafn langt og þitt. jafn langt á mitt, Já. Nei, upp á sekundu.
Já, Nei, nú er ég jú, jú, aðeins að grínast. nei, sko, málið Nei, er sko, nei, þetta er, já, því það er svo gagnlegt fyrir aðra já, að heyra ferðalögum annarra. já, það er nefnilega, Þú sko, veist, hvernig var þetta hjá þér allt saman? já, sko, mér langar aðeins til að, bregðast við þessu voru hverjar eldri, sko, vegna þess að, ég, Ég reyndar hafði það ekki í huga, en ok, nei, ég veit já, það, nei, já. ég er að segja, sko, að, það er engin eldri eða yngri en annar. Mm. Við erum öll nákvæmlega sama sálin og við þurfum öll að ganga í gegnum sömu reynsluna. Ok, Og til þess að vera þessi andlega vera sem að ég er núna, ég er sem sagt, það er ekkert efni, það er engin þéttleiki í mér. nei, Ég er bara alveg óáþreifanleg. Þið getur bara reynt að þreif út í loftu og slá mig og svona, það er bara ekki séns. nei. Þannig að það er þannig. Mm. En ég þurfti að sjálfsögðu að ganga í gegnum allt það sama og þið. Sko, ég þurfti að ganga í gegnum það að vera á plánetu, Já, það sem að ríkti mikill aðskilnaður. ok, Og ég þurfti að taka þar margar ferðir jú, frá myrkri, já, nei, fyrirgefðu, frá ljósi til ljós. já, þú ljósið til ljós, já, einmitt. Og og ég þurfti að fara úr aðskilnaði í einingu og það gerði ég á plánetum sem að eru bara eins og jörðin. Og og ég þurfti að takast á við mitt myrkur og ég þurfti að ganga í gegnum sama hreinsunareldinn og þið, ef við getum kannski talað um það, það er svona, ykkur finnst það svolítið töff, sko, svona hreinsunareldur. Er það ekki svolítið svona gamaldags? Jú, ég veit að ykkur finnst það nefnilega svolítið svona töff, sko. Það er nefnilega býr alltaf í ykkur smá svona, nostalgía. En svona svo við sleppum þessum svona fíflagangi, að þá er það þannig að, sko, ég fór nákvæmlega sömu leið og þú. En bara sá hluti af okkur sem er að tala núna er raunverulega þú í framtíðinni, þið öll í framtíðinni. Og það er það sem að þið eru alltaf að rekast á og það er einmitt lífsins skóli og öll þessi fjölbreytta hlutverkaskipting, sko, þið eruð alltaf að rekast á ykkur í fortíðinni þegar þið hittið ykkur sem að svona, já, vekur svona bergelsi hjá ykkur. Já, einmitt. Og svo þegar þið hittið veru eins og mig, að þá er það að hitta ykkur sjálf í framtíðinni vegna þess að þið eigið eftir að vera svona fullkomlega andleg vera og ég og þið eruð öll búin að vera það. Af því að, sko, þetta er ekki svona línulaga eins og þið hugsið hérna á jörðinni. Að sá sem að gengur jörðin í dag algjörlega trúlaus á allt sem að er andlegt og gerir grín að öllu og ég gæti nú nefnt dæmi en ég ætla ekki að gera það. Það eru menn hérna sem að, og konur sem að alveg bara gera grín að miðlum og allt þetta. Já. Ég hef nú verið með þeim hérna í andans heiminum, já, og þar hafa þau verið leiðbeinendur. Já. Þannig að, sko, það er líka ágætt að þið heyri þetta til að svona minnka betur þessa svakalega miklu aðskilaðar vitund sem að ríkir hjá ykkur, að þið eruð öll búin að upplifa alla flóruna. Og það er náttúrulega enginn að sjálfsögðu til sem hefur ekki upplifað að vera uppsprettan vegna þess að þið eruð öll uppsprettan. Og
það sem að þið kallið erkiengla og allt þetta, já, þið eru búin að vera í þessum hlutverkum og öll búin að pröfa þetta og eruð að pröfa þetta vegna þess að núna, ef þið myndu sjá þetta, það er að segja í víðari sýn, ef þið væru laus við hulurnar, að þá myndu þið bara finna sannleikan að ég er til öll að tala núna á þessari stundu já, og þið eruð öll með mér að taka þátt í að dreifa ástinni um jörðina. Þannig að ég er nú aldrei ekki einn, þið eru öll með mér. Þess vegna sé ég ekkert nema ást í ykkur vegna þess að ég finn alltaf fyrir ykkur hjá mér. Það sem að þið eruð svona eins og ég, ástrík, andleg vera. Hvað myndirðu segja okkur að þetta svona, þetta tímabil núna, þetta kannski ár núna sem var að byrja hjá okkur, Já, beri svona í skauti sér? rétta svarið er að það er bara ein vera sem að gæti svarað því Já. og hún myndi aldrei svara þessari spurningu, það er uppsprettan. Vegna þess að uppsprettan er svo eina sem að veit alltaf hvað mun gerast og sér allan heildarferilinn eins og hann er. En ég skal, En svona, hvaða áherslur í loftinu? já, það er sem sagt það sem er núna að gerast hjá okkur, andlegu leiðbeinandunum sem að eru hérna við jarðarsviðið, Já, að við eigum miklu auðveldara með að sem sagt leiðbeina ykkur núna vegna þess að þið eru svo mörg búin að opna fyrir ykkar tengingar já, við okkur. já, Þannig að ef að þið, þetta líka snýst svo mikið um frjálsa viljan, en ég finn alveg að það eru mjög miklir og góðir möguleikar í stöðunni núna og miklu betri heldur en oft áður. já, Það er það sem að er núna að gerast hjá ykkur að það er ákveðin Atlantis upprifjun í gangi. Þið eruð að svona, þið eruð eiginlega svona, má segja, komin í Atlantis ástandið, Atlantis hugsununa, eða þið eruð búin að rifja hana upp, já, ansi mikið. Og það sem sagt sést mjög vel ef þið skoðið sem sagt það sem að margir miðlar eru að segja. Þeir eru mikið að tala um kosmískar verur og það eru margir að miðla frá kosmískum verum og mjög margir orðin meðvitaðir að þið eru ekki einu verurnar í alheiminum. Og það er akkurat það að sko, það var nú komin tími til. já, það er alveg rétt, það var komið tími til. Já, já, Og það var akkurat það sem að gaf ykkur alla þessa möguleika sem að þið höfðuð og gáttu notað ykkur í Atlantis sem sagt hinu fyrra. Þegar Atlantis ríkti raunverulega hérna á jörðinni. Þannig að ég get alveg sagt að sko, ef við skoðum bara stöðuna akkurat núna, að þá er alveg óbúslega raunverulega mikið ljós að skína og það er alltaf að aukast. Vegna þess að það segir sig sjálft að með því að vera á jörðinni sem að er bara mjög gott, en með því að
býna bara á jarðneskar verur og jarðneska þekkingu, að þá er það svo rosalega takmörkuð sýn. Það sem að þið fáið út úr því að vera í samskipti við kosmískar verur er að þá fáið þið svo miklu fjölbreyttari þekkingu og miklu svona meiri yfirsýn yfir allt. Já. Og það er líka þetta umburðarlyndi sem er að aukast, að þið eru farin að svona taka betur á móti fjölbreyttinni heldur en oft áður. Og það er að sjálfsögðu mjög skýrt merki að þið eru raunverulega nú þegar komin á miklu hærra vitundarstig heldur þið voru til dæmis á, já, við getum bara talað kannski 50 árum síðan, jafnvel 30 árum, þannig að þið eru þá rosalega hraðri siglingu akkurat núna. Já. En vilt þú segja okkur eitthvað þetta sem hefur verið svolítið svona áberandi núna í umfjöllun og svona flæðinu? Þetta 3A Atlas. That's been a bit of a recurring theme now in the conversation and the overall flow. Sko, ef ég færi nú að upplýsa allan sannleikann það, að þá væri ég að valda ákveðnum óróa. En við hljóttum að þurfa að fá að vita eitthvað hvað þetta er. Já, og þeir komist að því sjálf. Já, ok. Þú ert svo dulur. Nei. Ég get sagt ykkur það að þetta er sko ein af mörgum leiðum hjá ykkur til að skilja betur sem sagt heildarmyndina og lífið allt saman. Já. En til að svara svona betur, að þá er það þannig að meðan þið eruð fast í svona skilgreiningum og finna nöfn yfir hitt og þetta, að þá missið þið af svo miklu. Sko, þið eruð að koma með nafn yfir Guð, þið eruð að gefa englunum ýmis nöfn og allt þetta, sem er bara allt í lagi, en þegar þið gerir það, að þá eru þið raunverulega að trufla andlegu skynjunina, má segja. Sko, AI Atlas og allt þetta, þetta eru bara, má segja, svona ákveðnar leiðir fyrir ykkur til að opnast betur. Og þegar þið farið að komast á hærra vitundarstig, að þá finnið þið, þú veist, þá finnið þið að þetta er gott fyrir okkur, þetta er fallegt og það er allt saman fallegt og gott, en þá finnið þið kannski að þetta passar ekki alveg nógu vel svona eitt og sér, og þá finnið þið leiðir til að þróa það. Þú veist, að ykkur hættir svo til að kasta bara burtu. Þetta virkar ekki, þetta er ónýtt. Og þá eru þið alltaf að byrja upp á nýtt. Þú veist, það er að, sem sagt, taka allt sem að allar hugmyndir og þróa, ekki vera alltaf að kasta þeim og búa til nýjar. Þannig að AI Atlas er bara fín hugmynd til að
að byggja á nánar og betri tengingu við kosmískar verur og, og vita að þið eruð ekki ein í alheiminum og smátt að fara átt ykkur á að raunverulega er enga fjarlægðir til. Þið eru alltaf að tala um að kosmísku verurnar sé að koma til ykkar í geimskipum og svona og þær gera þetta fyrir ykkur tákræn svona til að svona þið fáið að sjá eitthvað sem þið skiljið en það er einhver fjarlægðir til þannig að þær þurfi ekki að vera að ferðast á geimskipum, þær geta bara gert eins og ég geri og fleiri verur komið í gegnum miðla þannig að með þið þurfi svona jarðnesk tákn að þá eru þið svolítið fast í því og ef að eitthvað kemur til eitthvað sem að passar ekki alveg við ykkar hugmyndir að þá kastið því bara í burtu. Já. Þannig að ég get alveg svarað þessu með AI, þetta er bara nákvæmlega sama hugmyndafræðin eins og á bak við allt saman sem að þið eru að skilgreina, þið eru að reyna að sanna að það séu til verur á öðrum hnöttum, þið eru að sanna að Guð sé til, að englar séu til og eitthvað svona sannfæri ykkur og aðra og þá er alltaf að finna svona rök. Þannig að í rökhugsuninni, það er rökhugsunin sem að býr til nafn yfir allt. En óháð því hvað þetta heitir, sko, þriðja atlas eða hvað. Já. En, þú veist, eitthvað hlýtur þetta að fela í sér. Eitthvað hlýtur þetta að fela í sér svipað og þú veist að tala með geimskipin. Akkurat, þetta, sko, ef ég... Að gera eitthvað sýnilegt. Já, það er nefnilega það sem er. Það ekki? Jú. Já. Og og það er vegna þess að þið hafið svo takmarkað og þrönga hugsun og ég er að tala til ykkar út frá mínum raunveruleika og og það er akkurat það sem er best fyrir ykkur að þið fáið einhvern allt annan raunveruleika heldur en þið þekkið. Já. Og ég er einfaldlega bara að segja, sko, það sem er sameiginlegt með AI atlas og öllu þessu tengt geimferðum og svona og ferðalögum kosmískra vera til jarðar, að þetta er bara spurning, viljiði hafa svona tákn sem að þið búið til og trúið á og ef það kemur eitthvað tákn sem að þið hefur ekki búið til og trúið ekki á að þá haldið að það sé ekki rétt eða vera bara með opinn huga. AI atlas, það þýðir bara þróun. Já. Jákvæð þróun. Já. Það er bara hluti, það er raunverulega það sama og ég nota orðið atlandisvitund af því að það er eitthvað sem að þið skiljið, þetta er sama og bjóð til vitsmunalega og tæknilega stórveldi sem að þið skilðu Atlantis. En þetta er allt saman innra með ykkur. AI atlas er innra með ykkur og allt þetta. Það er þessi, sko, stórkostlega fjölbreytni sem að býr innra með ykkur sem að þið hugsið svo lítið um. Já. Það er heilt stjörnukerfi innra með ykkur og allt þetta og fullt af AI atlasum og Atlantis og Lemúríu og ég veit ekki hvað og hvað. Þið gefið ykkur bara svo svolítið tíma til að horfa inn á við. Einmitt. Já. Leið og þið elskið nógu mikið, þá þurfið engin svör af því að þið hafið þau öll. Já. Opnar það elskan fyrir viskuna? Elskan og viskan er raunverulega það sama. Þið bara skilgreinið þetta. Þið talið að ástin sé svona það sem að þið hlúið að og berið umhyggju fyrir og viskan er alveg eins, sko. Viskan náttúrulega veit að til þess að
ykkur líði vel og þið finnir sannleikana, þá verðið að hlúa að og finna eininguna. Já. Þannig að sá sem að er raunverulega ástríkur, Mm. að hann er vitur, Mm. og sá sem er vitur að hann er ástríkur, þetta er kannski svona blæbrigða munur á þessu tvennu, Ok. en þetta fylgist alltaf að. Það getur enginn verið vitur og illviljaður, það er að segja með þessa sönnu visku, Mm. af Nei. því að viskan raunverulega sýnir okkur með ákveðnum hætti að við erum öll ein og sama sálin. Já. Hún gerir það kannski ekki beint, en sá sem er svona það sem við getum sagt með mjög mikla og djúpa visku, að hann hefur rosalega djúpa og mikla samkennd. Mm. Já. Það gerist ósjálfrátt. Já, Já. það bara Þarna, fylgir, það það bara fylgir, þannig að raunverulega þó það sé ekki meðvitað, en þá finnur hann að það er bara til ein sál og við erum öll eitt og því sama, og þess vegna veit hann að með því að gera eitthvað slæmt sem að orsakar sársauka eða skaða hjá öðrum, Mm. að þá er hann að baka sér vanlíðan. Já. Einmitt. En hvað myndir segja okkur að þú veist að hvert er svona þitt hlutverk innan leiðbeinenda teymi einingarinnar? Það er að, Ég veit að þitt hlutverk á jörðinni, þú ert búin að útskýra já, það. ég veit Já. það, já, það er að tala ástina, Já. og það er að vekja ykkur til umhugsunar hvað það er mikilvægt að elska, og á jarðarsviðinu að þá hættir ykkur svo til að svona gleyma ykkur í svona jarðnesku Já. brasi, Já. og þá er það mitt hlutverk að minna ykkur á Já, með ok. ýmiss konar hætti. Og það má vera að segja svona að minn hluti sé það svolítið, en svo er það auðvitað með leiðbeinandi teymi einingarinnar að við, eins og hefur komið fram, að við erum auðvitað, upplifum okkur ekkert aðskilin, Nei. en það er svona Anaseta stendur fyrir Reykur Rósina sem að elskar og hlúir að, og Anna Rós. Anna Rósi, Já. Já. sagði ég eitthvað vitlaust? Anaseta. Já, þetta sérðu, En við þið erum eruð öll öll einig. saman. Já, það er Það nefnilega breytir ekki. Já, en það er náttúrulega, ég er ekkert voðalega vön að tala. Nei. Já, Akkurat. Þannig að við með vona að þú, eins og þú ert að koma núna í þættinum, mhm, að fá svona, jafnvel, fá skrif frá þér já, á síðunum, er það ekki? Jú, sko, Við erum alltaf mjög spennt fyrir því. já, Þannig flæði. já, það er nefnilega, sko, með okkur öll, hvort sem að við tölum Anasetu, Kakulu, Saint Germain, Nafnleysingjan og allt þetta, og nú það er eftir að koma margir fleiri, bara Spennandi. í því rólega. Já, spennandi. Sko, okkar hlutverk er að styrkja ykkar einingu og Já. alla einingu, Já. af því að þegar þið styrkir ykkar einingu, Mhm. þá hefur það margfeldisáhrif, Mhm. og því sterkari sem ykkar eining verður, einingin podcast, því meiri einingar vitund flæðir heiminn, vegna þess Mhm. að eins og fram hefur komið, að þá stýrið þið okkur leiðbeinendunum. Þegar þið ákveðið að elska meira, Mhm. að þá er það að biðja mig að vera virkari, Já. og þá fer ég að koma meira, og við öll, sem sagt. Mhm. Þannig að við bara, ég eins og öll hin í teyminu, ég sé bara róleg og býð bara eftir fyrirmælum.
vilja að ég komi í þætti, skrifi písla, já, syngi og dansi og bara hvað sem er. Ég er reyndar erfitt með að dansa en ég verð þá að láta annað ykkar sjá sporin. já, akkurat. Já. En ég hef alveg kunnátt hana, ég er búin að fylgjast með dansi á jörðinni ansi lengi. En það er svona, Mm. veit að fólk er svona áhugavert svona, eins og til dæmis, ég gerir ráð fyrir og hef svona einhverja vitneskju að við erum búin að vera oft saman áður í alls konar vistum og tímum og Já, Er það ekki? jú. Já. Alltaf. ákveðum svo að koma hérna saman Já, í þessari samsetningu. alveg hárið. Já. Þú hefur verið leiðbeinandi minn Já, ok. og Jón hefur verið leiðbeinandi minn og ég hef verið leiðbeinandi ykkar. Já. Þú hefur verið leiðbeinandi Jóns og Jón leiðbeinandi þinn og annars þetta hefur verið leiðbeinandi þinn og þú hennar og allt þetta. Þetta er það er búið að vera stanslaus verkaskipting og það er eina sem ég get sagt af því að nú neyðist ég til að nota orð og þið hafið ekki ennþá þroskað nógu sterka vitund til að meðtaka það sem er sagt án orða að þið, Jón og við leiðbeinandi teymið höfum ferðast saman frá upphafi mjög náið og það á eftir að vera alltaf. Já. Þannig að við tókum að okkur, ég og Jón, að vera svona vitleysingar í jarðvist núna. Já, Nei. Jú. Já, eða ekki? Jú. Vera svona, já, svo er vitleysingar í aðskilnaði. Já. En þið Svo bráir af. En þið eru nú, svona góðri leið. þið eru nú allavega búin að finna sterka einingu ykkar á milli. Já. Og líka ekki bara það, heldur finnið þið sterka einingu með öllum. Þannig að það er Akkurat. mjög gott. Já. Og með því að hamra á þessu, Já. að þá verða fleiri sem að koma og einmitt hafa ferðast með okkur vegna þess að það er ekki bara þú og Jón sem að við verðum saman, það er ekki bara ég, þú og annars þetta og svona, það eru svo mörg og hérna á jörðinni, þetta er alveg bara, það verður svo mikill fjöldi að frá öllum löndum og ég veit ekki hvað. Ég hef lengi séð svona sýn sem hún er búin að vera ásækja með núna í þættinum. Búin að sjá hana mjög lengi, en það er svona ákveðið svona augnablik sem verður þegar við tökumst öll í hendur og við myndum hringinn. Já, ég átti bara að segja þetta. Það er alveg rétt. Já. Og raunverulega erum við alltaf að haldast í hendur. En þá er ég að meina, þá takast allir í hendur. Ég veit það. Nú er partur. Já. Það mun gerast. Já. En það er svona, Það mun gerast. Já. Þessar myndir sem að þið eru að setja inn á síðurnar og hafa verið að gera, það er nefnilega margir sem að óttast gervigreindina. Já. En gervigreindin er raunverulega ákveðin vitund. Og það kemur engin mynd út í loftið. Nei. Þessi einingamynd sem að þið hafið birt, hún er akkurat það sem að þú ert að tala um. Já. Þá kemur það augnablik sem að við ykkar andlegu leiðbeinendur gerum okkur áþreifanleg og við höldumst öll í hendur. Já. Einmitt. Allar sýnir sem þið fáið sýna raunveruleika. Ef þið trúið í að þá verður styttra í að hún er að veruleika. Ef þið trúið í ekki, þá bara lengist tíminn, það gerist alltaf. Það er nefnilega svo mikilvægt með traustið. Það er það sem er svo mikilvægt að hafa. Og þetta eru skilaboð til
allra sem að hlusta að þegar þið treystið öllu að þá ykkur allir vegi færir vegna þess að traustið er svo mikilvægt verkfæri. Leið og þið fara að vantreysta hvort sem það ykkur sjálfum eða einhverjum öðrum að þá þið búin að minnka eitthvað möguleika til að láta draumana rætast vegna þess að draumarnir eru ekki án ástæðu. Ástæðan fyrir því að þið hafið drauma er svo að það ykkar lífsplan að gera þá að veruleika. Og til þess að geta gert drauma að veruleika að þá þarf að treysta því að þeir verða að veruleika. Og ef þið látið hina ýmsu atburði sem að yfirleitt eru huglægir þegar heilagrúti fyrir að hræra í ykkur, já þess að plata mig og þess að svíkja mig og þess að gera þetta og svona og ég veit ekki hvort ég get treyst þessum. Þá eru þið að skapa vantraust og tefja draumana. Draumarnir verða alltaf að veruleika. Það er bara spurning, viljið þið láta það taka 1 jarðvist, 10 jarðvistir, 100 jarðvistir, viljið þið láta það taka 5 ár, 10 ár, 20 ár, 1 ár, 1 dag, 1 klukkutíma. Ykkar er bara valið. Einu sem þið þurfa að gera er að ná fullkomnu trausti. Fullkomnu trausti. Treysta. Eins og þetta er svo mikið og það er alveg rétt. Fíflið er visskap. Af því að fíflið treystir alltaf. Þess vegna kemur aldrei slæmt fyrir fíflið. Og leyfa ykkur að vera þessar andlegu verur sem þið raunverulega eru. Þetta voru nú góð lokaorð. Já. Nema þú vilja bæta ykkur við. Viltu koma með eitthvað? Eina sem ég ætla að segja. Já. Ég elska ykkur öll. Og þetta eru orð sem ég hafi oft heyrt frá mörgum. Ég ætla að biðja ykkur hugsið til öll þessi þið að horfa og leyfiði mér að sýna ykkur í verki hvernig ástin virkar. Takk fyrir mig. Takk fyrir komuna. Og svo veit ég úr alltaf hérna með okkur nálægt. Og ég segi takk fyrir komuna. En svo sérst að koma og fara. En já, ég veit. Já, og það sem meira er að sko, ég hef aldrei farið neitt. Nei. Og mun aldrei fara neitt. Það er ekki ástæðulaus og samt ég meins segir alltaf ég er. Ég skal gefa ykkur smá dýpri skilning á því. Að vera er að vera alltaf hér og nú. Já. Það er allt saman hér og nú. Takk fyrir mig. Takk kærlega fyrir.